sæl og hjertilega með okkur í þennan þátt að K.A. meistaranum. Til eru komin frábær lið, annað frá júdódeild K.A. og hins vegar karlalið K.A. í blaki. Áður en að þau kynna sig ætla ég að kynna minn frábæra stigavörð og dómara, Egil Ármann Kristinsson. Sjálfur heiti ég Sigurður Sigurðsson og bak við allar myndavélar og hljóðnum er Ágúst Stefánsson. Ég ætla að byrja á því að biðja júdó að kynna sig. Ég heiti Alexander. Og ég heiti Þuríður. Og þá blakinn. Já, ég heiti Alexander, heiti. Gæti verið rugglingslegt með þér. Og Arnar. Og Arnar. Ég heiti Alexander Arnar. En til að renna örsnögt yfir reglurnar, þá erum við að fara í 18 bjölluspurningar, allt saman bjölluspurningar. Þær gefa allar 1 stig nema annars ég tekið fram. Það virkar þannig að þegar þið megið svo sem íta á bjölluna áður inn í búmerspurninguna, en það lið sem er undan íta á bjölluna hefur svarið. Ef að svarið er ekki rétt, þá færi svarrétturinn sjálfkrafa yfir. Egil er einnig tímavörður og hefur undanbyrð 30 sekúndur á hverja spurningu. Já, og ég ætla að koma að pröfa bjölluna maður. Lexi? Hún virkar. Og blakkur og þetta svínvirkar allt saman. Og þá getum við farið að byrja þetta og ég ætla að hlaða beint í fyrstu spurningu. Hún er 1 stig spurning og er erfið. Það er hvergi blómlegra íþróttalíf en í Los Angeles. Þar tefla þeir fram 8 liðum í 5 stærstu greinum Bandaríkjamanna. Nefnið þið 5 af þessum 8 liðum hvað þið heita. Takk. Já, ok. Byrjaðu. Það er, ég veit bara 2 sko. Já. Lakers. Og Galaxy. Já. Það er líka Clippers eða það er ekki það? Nei, það er Clippers. Já, ok. Svo er hérna eitthvað í NFL þarna. Hvað heitir því hérna? Æ, þarna. Eitthvað þarna núli. Hvað er þarna? Ég er bara Æ. Ég veit ekki. Þá færum við yfir. Heyrðu, þurfum að tella upp á sama tella? Ef að þið haldið þetta sé rétt saman, þá megið þið tellja upp á sama hér. Það var Lakers. Og Galaxy. Galaxy. Clippers. Þá tek ég á mig fyrir fróðlegs fyrsta áhorfundur að segja að það er rétt svar. En það er að segja Los Angeles Lakers og Clippers í körfuboltanum, NBA-deildinni. Það eru Los Angeles Kings í NHL-deildinni sem er hockeyið. Það er LA Dodgers í hafnabolta. Það er LA Galaxy sem við sem kom hérna fram áðan í fótbolta. Það er Los Angeles FC í fótbolta líka. Síðan eru nýstofnuð lið Los Angeles Chargers og Los Angeles Rams í rúgbíinu sem að Arnar var að reyna að koma inn í hausinn og leggsa þetta rétt aðan. En allavega, svarið kom ekki hér, en þá ekki örvænta, það eru 17 spurningar eftir. Önnur bjölluspurning. Hver er höfuðborg Kanada? Júdó? Ottawa. Rétt. Æ, góða. Þriðja bjölluspurning. Sigurður Pétur Ólafsson, sem situr í aðalstjórn félagsins, hefur sinnt mörgum störfum innan K.A. Hann var meðal annars yfirþjálfari í yngri flokki fótbolta lengi vel, en hann var einnig Íslands og bikarmeistari í blaki með K.A. Hvaða ár var það? 92. Rátt. Það var 91. Hey! Ég gaf ekki ykkur svarið. Hræðileg mistök hjá dómaranum. Það er dómari. Já, við verðum vel að bæta einhvern veginn þetta upp. Það verður gert hérna með bónusspurningu í restina. Það verður gert með bónusspurningu í restina. Hann búið að taka ákvörðun með þennan dómarana. En þá verðum við í 4. spurningu. Við erum innilega afsökunar. Ég var bara svo æstur að Arnar myndi vita þetta. 4. spurning. Spurt er leikara. Hann er fæddur árið 1943 í New York. Byrjaði eins og svo margir gamanleikarar í Saturday Night Live. Hann lék í frægum myndum eins og Caddyshack árið 1980 og Three Amigos árið 1986. Nýjustu myndir hans eru Stay Cool og Hot Tub Time Machine þar sem hann lék aukahlutverk. Annars þekkjum við hann öll sem aðalkallinn í Griswold-fjölskyldunni. Hver er leikarinn? Chevy Chase. Rétt. Ég er nógu gaman til að vita. Já. 5. bjölluspurning. Jólasöngvarinn syngur. Til hvers að flýta sér á fætur sérhvern dag? Hvað finnur hann til að koma heilsunni í lag? Júdó? Júdó. Þetta er verið leikur.
til hvers að flýta sér á fætur sér hvern dag? Hvað finnur hann til að koma heilsunni í lag? Ég var svar. Það var ekki 30 sekúndur líka. Nei. Hvað finnur hann? Svarið? Húna? Rátt, hann finnur tannburstan. Til hvers að flýta sér á fætur sér hvern dag finna tannburstan sinn koma heilsunni í lag. Já, ég veit hvað lag það. Já, þetta er HSH-flokkurinn. Nei, ekki mjólinn. Já. Ára 7. björnspurning. Hlustiði vel. Stundum finnst mér ég vera brotna niður og gráta, svo einmana. Engan stað til að fara á, ekkert til að gera við tímann minn. Ég verð einmana, svo einmana, búandi einn. Hvaða texta er ég búinn að snara yfir á íslensku? Úr hvaða lagi? Ég get lesið hann aftur í viljið. Stundum finnst mér ég vera brotna niður og gráta, svo einmana. Engan stað til að fara á, ekkert til að gera við tímann minn. Ég verð einmana, svo einmana, búandi einn. Ég veit. Hefur einhverju ný tónlist? Aldrei týndur. Er það bara Alone? Rátt. Já. Hvað segir þú? Kom eitthvað gott í þessu. Það finnst þetta bara Alone mjög oft í þessu. Já. Segðu bara Alone með einhverjum. Já. Alone með Heart, eða veit. Við ætlum að segja ykkur þetta sé lagið Living on my own með Freddie Mercury eða Queen. En svo var þarna búandi einn átt að gefa til kynna. Já. En þetta er skemmtilegt. Við förum í 7. björnspurningu og hún er svona í tilefni jólana. Á hvaða orðum hefst Biblían, nánar tiltekið fyrsta Mósebók? Já, veit það. Sem í upphæða miskur. Rátt. Nálægt þess að. Eitthvað svona. Reis upp frá döðum. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Já. Þá förum við í 8. spurningu. Hver er ríkjandi meistari á Wimbledon-mótinu í tennis? Já, Wimbledon-mótið í tennis. Hver vann það síðast? Ég veit það ekki. Já, Andy Murray. Rátt. Við þurfum að fá svar. Ég finnst nú að villið. Það er ekki neitt. Þetta er Novak Djokovic, Serbinn frægi. Heitir hann þetta ekki? Andy Murray? Hann heitir Andy Murray. Það er einhvers veitir. Það er gott. Þá færum okkur aðeins nær tímanum okkar og færum okkur aðeins nær hennu almenna lífi. Nefniði 4 af 6 þingmönnum í Klaustursmálinu fræga. Jú, það var auðvitað. Það er sérst að verkið koma eftir hann, það er nóg að komi sérst. Bara Sigmundur. Já, til dæmis. Sigmundur. Bergþór. Fjóra af 6. 4 af 6. Sigurður. Og Anna. Já. Það var sérst Sigmundur, Gunnar Bragi. Þetta er Bergþór og þetta er Kolbrún Anna. Kolbrún. Nei. Getur líka sagt eitthvað annað. Já. Hver var þá þetta? Ólafur eitthvað. Nóg að nefna 4 af 6. Já. Já, Ólafur. Þið voru gráðlega náttúr. Það var segast Sigmundur og það var Bergþór og það var Anna Kolbrún. Þið voru tætt fyrir að setja Kolbrún Anna, þegar ég gef ykkur átt fyrir. Og síðan voru það Gunnar Bragi vissulega, Ólafur Ísleifsson og Karl Gryndel.
Já, Blaki Blaki fær stig. Það er Punktur á Blakið. Það kom á því. 10. spurning. Færum við aðeins í sagnfræðina. Hver var forseti Íslands á undan Vigdísi Finnbogadóttur? Blaki. Jú, Kristján Eldjárn. Hárrétt! Hvað sagði? Kristján Eldjárn. 11. spurning. Hvaða lið spilar heimaleiki sína á Vivaldi vellinum? Ég veit ekki. Parma. Rátt. Við erum fín gisk. Eru þið með eitthvað gisk? Bara Chicago Bulls eða það. Við erum með Gróttu á þessum velli. Já, ég sagði Það er sem skorar 11 spurningar til að byrja stigavörðun að renna svona yfir stíl. Já, stigin standa þannig að Blak Karla er með 3 stig og Judo 1 stig. Þá höldum við áfram, ég ætla að var búin að bónusspurningum vegna að mistaka spilin sinna á hann. En þá förum við í 12. spurningu. Þessi er einföld. Hver er heimsmeistarinn í skák? Magnús Carlsen. Rétt. Hann var nýbúinn að endur. Þetta er munurinn að templa. Þá förum við í 13. spurningu. Hvert er þriðja efni í lotukerfinu? Erum við að skjóða súrefni bara? Rátt. Já. Þessar. Magnesíum. Rátt, þetta er lithium. Þá förum við í 13. spurningu. 14. spurningu. Hver er 4. plánetan í sólkerfinu okkar? Talið frá sólum. Já. Við þurfum svar. Já, það er 30. Ekki frá því til að björn. Já, ok. Merkúríus. Já, Mars. Hárrétt fyrir Mars. Þá förum við í 15. Vinirnir Joey og Chandler og samnefndu þætti bera millinum. Hver eru þau? Judo. Já, þú veist ekki hvað er hann í Friends Ball. Chandler, Chandler. Ég veit ekki. Hérna, Er ekki tíma þess að þeim það? Jú, þetta er það líka. þú ekki þessi að fæla þessu. Ég er bara að fara. Nú þurfum við að færa. Færum við svarréttin yfir á Sigurjón Arnar. Það er sem sagt Joseph Francis Tribbiani Já. og Chandler Muriel Bini. Þetta er hárrétt. Þá förum við í 16. spurningu. Hver er ritstjóri akureyska blaðsins Vikudagur? Þá bæði við Savar. Já, sko... Get ekki eins og giska á þetta. Hæ? Kolbrún Árnadóttir. Rátt. Guðmundur. Nei, hann heitir Þröstur Ernir Viðarsson. Þá förum við í 17. spurningu. Íþróttafélagið Draupnir var stofnað 8. október 2008 af 3 yngreflokkaþjálfurum með KA og Þórs í fótbolta. Félagið var með karla og kvennalega Íslandsmóti til að byrja með, en árið 2011 var ekkert liðið sent í keppni með Draupnis. 2012 síðan stofn við Júdódeildina Draupnir sem síðan lagðist af og gekk inn í KA. Spurt er, hver var fyrsti formaður félagsins og hvað heita hinir tveir? Þetta er 3 stiga spurning. ATH,
að allir starfa til hérna félagin í dag? Hver er fyrsti formaður Draupnins árið 2008? Og hvað heitir hinn sem stofnuðu til félagin? Stórt og spurt. Þetta er góð spurning. Spurning hver stofnaði það? Já. Hvað er þrír einstaklingar sem stofnuðu Draupnins 2008 sem allir starfa hjá K.A. eða Þór í dag? Og það spurt hvað er þrír stofnuðu og hver er þeirra formaður? Þið eru nú svör. Er þetta Ingvar Már Gíslason? Nei. Gisk strákar. Nei. Þar er þetta. Ég ætla að vera þetta. Fyrsti formaður Draupnis var Egill Arnar Kristinsson. Og hinir tveir voru Aðalbjörn Hannesson sem er yfirþjálfari Englendinga hjá K.A. og Jón Stefán Jónsson sem þjálfar einnig hjá K.A. Þór og Tindastóll. Já, þá veitum við það. Þá var eftir einn spurninga sem bónusspurningurinn. Takkið nú vel eftir að verið hlustið vel. Á hvaða vikudegi er föstudagurinn langi? Lag. Föstudag. Það er rétt. Það er trikki spurning. Þá fáum við 19. spurningu og aukaspurninguna sem að Júdói fær svarréttin á því ég tók hann aðeins maðan. 28 manns hafa gegnt stöðu formanns K.A. Þar með ekki kannski sitjandi formaður. Hlustið nú vel. Það hafa bara 2 konur verið formaður K.A. Nefni aðraður. Ekki Torfadóttir. Það er hárið rétt. Hrefna Torfadóttir. Þá ætlum við að stígavöruna þar með ég takk ykkur fyrir drengilega keppni að fara yfir stíginn. Já, lagdeild Karla er með 7 stig, júdódeild K.A. 1 stig. Nei. 2 stig. 2 stig. 2 stig. Ég bæti við hérna línuna. En ég þakka ykkur báðum liðum kærlega fyrir frábæra keppni og Blakið kom í undanúrslit.